Við Skotiminn ætluðum að drífa okkur norður Sprengisand en vegurinn er Þjórsárdal lokaður, það er smölun. Þau eru nú voða spenntir yfir þessu samt báðir. Þetta tefur okkur einhverjar 45 mínútur héldu þau hérna björgunarsveita fólk. En það er nú ekkert leiðilegt hérna að lítast, þannig að þetta er allt í lagi. Og við erum búin að vera hérna í 30 mínútur og ég er haldið að þessi röð af búfénaði sé bara endalaus, svona eins og dösteraðirnar. En maður er farin að sjá í bíla fyrir aftan. Skot er nú mjög spenntur yfir þessari nálægð. Það er ekki Skoti, þú er stressaður. Þetta er flott. Það er svona restin hérna ábyggilega. Einhverja þreyttar kindur. Lafmóðar alveg. Við Skotiminn. Nú erum við Skotiminn komnir á kunnulega slóðir hérna í Kvíar og það er rafmagnslaust á Krókdal. Það er nú líka svona erindi ferðarinnar að reyna að greina það eitthvað á morgun, ástæðu þess. Því að við verðum nú að geta fengið okkur ristað brauð með smjör og osti í fyrramálið, eða kannski á hádeginu. Ég held að við ættum að miða við það. En þessi ferð hérna inn, þetta er búin að taka langan tíma. Fyrst var ég stopp hérna á 2 klukkutíma við afleggjaran inn í Þjórsárdal. Það sést ekkert í kallinn. En svo eftir það þá komumst við nú upp á Sprengisand og hann er bara svo grófur að við bara keyrðum lúshægt alla leið. Jæja, ég er búinn að vera hérna í einhverjar 5 mínútur og tók hérna stjórnborðið af ljósavélinni og hann er nú grunsamlegur þessi endalausi vír hérna. Því að mér sýnist að hann endi á dreifaraspólunni á olíuverkinu. Hann er blár líka. Hinn endinn. Ég ætla að mæla þetta, þetta sé örugglega sami vírinn, ég er eiginlega viss það. En svo þarf ég að finna hvar hann á að koma. Því að þessi ádreifaraspóla, hún er sko tengd í gegnum alls konar varnir í hérna stjórnborðinu. Ef að kviknar smurolíuljós eða ef það er ofleiðsla eða eitthvað þá drepur hún á sér. Þannig að ég er svona síður beintengja þennan vír. En þetta er sennilega ástæðan fyrir hún fer ekki í gang. Og þetta er hrist bara laust meðan hún var í gangi, þess að drap hún á sér. En já, ég verður að reyna að finna hvað þetta á að fara. Gott, Gatti! Það er alveg gaman að spotta. Konin lækinn. Kvíum. Jæja, ég er búinn að komast að því að þessi vír á að vera hérna í þessu reli hérna, sem segulrófa. Mér tókst fyrir einhverja rælni að finna í bílnum þetta herpirtengi hérna og með krumpólk. Þannig að þetta er rakaþétt samband. Ég er náttúrulega á röngum bíl, sko. Ég er ekki á vélstjórabílnum. Þannig að manni vantar svona ýmislegt og ég sé með verkfæri að þá er ýmislegt hér og þar í hennum bílnum sem að ég hefði getað notað í þetta en þetta reddast svona held ég. Nú fer bara að styttast í að prófa gangsetningu.
Þetta var ekki mikið mál. Nú geta gangnamenn hérna í öðrum framgöngum fengið sér ristað brauð með smjör og osti og kannski bara örbylgjupopp í eftirrétt. Þetta er glæsilegt. Nú er að sjá hvort að slyddujeppinn hérna hafi það svo upp hjallan á eftir. Það hefur rignt alveg þvílíkt hérna í dembum og koma svona lygnur inn á milli. Þetta verður spennandi. Annars veit ég nú af mönnum hérna í nágrenninu sem að mögulega ætla að kíkja hérna við hádegisbilið. Þeir gistu að ég held í sandbúðum í nótt. Þetta er allt annað hérna að njóta lífsins með iðnbyltinguna sér við hlið. Það er ekki skoti. Já, það er gott. Það er að hlýja sér. Hitinn út er nú ekki nema 2 gráður sko. Þannig að þetta er svona inn. Ég var með pínu stressaður yfir því að fara hérna upp á bílnum aftur, hvort það myndi hafast. En hann bara hoppaði hérna upp eins og í teygubyssu, þannig að ég er ekkert farinn sko, ég ætlaði bara að prófa að fara hérna upp. En þetta gekk svo vel að ég ætla bara að keyra niður aftur. Þetta er ekkert mál á þessum bíl. Þó hann sé á litlum dekkjum. En þau eru gróf og grípa vel. Og svo grípur líka brekkan vel núna. Svona aðeins blautt. Nú er ég farin með kvíanum og það komið gestir. Þeir ætla að fara hérna upp á hraunið og eitthvað að skoða sig Við skotum við alltaf bara að drífa okkur heim. Við varum albyggið. Þannig eru þeir félagar komnir upp á hraunið og gengur vel. En mér finnst það vera líka að rífa af sér. Þannig passlegt svona það leyti sem að við skoturum að fara. Það er ekki skoti. Eigum við að fara heim? Já, ég held það. Þetta var flott. Þá erum við komin heim til Þorlákshafnar. Skoti. Þetta er eitthvað sippinn. Þetta er búið að vera 30 klukkutíma ferðalag hjá okkur. Skoti. Hann langar bara að fara heim að sofa. Nú er ég svolítið spenntur að sjá hverju hann er yfir. Það var hálfur tankur frá Akureyri og að keyra 394. Þarna eru konir 10 lítrar á 100-ið. Ekki er það nú mikið umfram það. og 44,5. Og rekna það. Þetta er nú bara töluvert minni eyðsla en ég átti von á. Sjálfskiptum bíl og með upprunaleg driflutöll. Hann kraftar skemmtilega ef maður nær að halda honum bara undir 2000 snúningum á 90 km hraða. Ég á með cruise control alla leið og ég stoppaði bara einhverja 10 mínútur í staðaskála og ekkert annað. Skoti vildi ekki einu sinni fara út þar. Þannig að hann er búinn að vera inn í þessum bíl bara síðan inn í Bárðardal sko, fyrir 6 klukkutími síðan. Meiri kallinn. En þetta er bara góð frumraun á þessum bíl. Hann bara stendur sig vel. Sprengisandsvegur var ömurlegur en hann endaði ekki með brotið stýri eða hvað þá grindabrotin eins og Hiluxinn eftir síðustu 2 ferðir. Og
Ferðalagið allt saman voru 840 kilometrar og þetta var skemmtiferð en erindið var að setja í samband einn rafmagnsvír en þetta var bara flott.